Komið þið sæl. Mörg ykkar kannast við gamla orðarúnarvefinn okkar þar sem að þið gátu nálgast öll orðarúnarprófin á Google Forms með svarlykli. Við settum þetta í lofti fyrir núna 9 árum síðan og þetta hefur gagnast vel og ofboðslega margir kennarar hafa nýtt sér þetta og erum við mjög þakklátir fyrir það. Hins vegar eitt sem hefur alltaf verið að angra okkur sem sagt birting niðurstaðna. Því að í Google Forms gátum við bara sagt ykkur hvað nemandinn svaraði mörgum spurningum rétt. En þegar að við skoðum sem sagt orðarúnar verkefnið í heild sinni að þá búið að skipta sem sagt spurningunum niður í ályktunarspurningar og staðreyndarspurningar og orðskýringar og svo framvegis. Þannig að við tókum okkur nú til núna og fórum í það að búa til vef fyrir orðarún. Og það það sem þið sjáu hérna inn á snjallkennslu síðunni, orðarún 2.0 og þið getið líka nálgast vefinn bara inn á orðarún.is, ordarun.is, hér. Og ég ætla að sýna ykkur aðeins hvernig það virkar. Því að nú þetta allt öðruvísi heldur en þið voruð að nota Google Forms. Ég byrja á því ef ég ætla að leggja fyrir próf að fara inn á orðarún.is og stofna prófsetu. Mjög þægilegt. Ég seti nafnið mitt, ég vel hvaða próf ég ætla að leggja fyrir. Hér sjáu þið að við erum með 3. og upp í 8. bekk. Ég ætla bara að leggja fyrir 5. bekkur, próf 1. Og síðan setið þið inn nöfnin á nemendunum ykkar og þið getið líka bara tekið nafnalista og mentor eða hvaða nafnalista sem þið eigið og peistaðan hérna inn í. Þegar þið eru búin að setja nöfnin ykkar þá veljið þið tíman á prófinu og stofnið prófsetu. Þá lendið á þessari síðu hér og nú sjáu þið að það komin kóði. Nemendur geta farið inn á orðarún.is/próf og sett inn þennan kóða, en við erum líka búin að búa til svona flýtileiðir ef þið eru með nemendur sem eru með iPad eða nemendur sem eru með Chromebækur sem hægt að fletta skjánum, semst með myndavéla framan og aftan, að þá getið þið farið beint hérna í að sýna QR-kóða og leið og nemendur skanna þennan kóða, þá lenda þeir beint inn á prófasíðunni, geta valið nafnið sitt og byrjað að taka prófið. Ef þið eruð að láta nemendur taka prófið á Chromebook eða tölvu, þá getið þið ítt hérna á Chromebook leiðbeiningar. Þá kemur upp slóð sem þið getið notað til að senda nemendum eða látið þau slá slóðina inn og kóði. Ég ætla að afrita þennan kóða og fara inn eins og nemandi og þá get ég farið hérna inn á ordarún.is/próf. Ég set inn kóðan og þá lendi ég hérna og nú ég komin á sama stað og ef ég væri að fara inn með QR-kóða. Nemandinn velur nafnið sitt og ýtir á hefja próf. Þá kemur hérna velkomin og lestu spurningar, saga 1, spurningar 1-10 og svo bara að ýta á rétta svarið og þið sjáuð að við erum búnir að setja eins og var í textanum frá orðarún að það komin skáletrun og undirstrikun á orðin, áhersluorðin. En núna þarf ég að svara öllum spurningunum. Þegar ég búið með fyrri söguna þá kemur smá áminning hér að nú skaltu lesa sögu 2 og svo þetta að halda áfram og svara spurningum 11-20 sem ég ætla að gera núna svo að ég geti sýnt ykkur niðurstöðurnar úr prófinu og hvernig þær birtast kennaranum. Ég ýti síðan á skila prófi og ok, og þá fær nemandinn meldingu að prófinu sé lokið og hérna hvernig honum gekk. Kíkjum aðeins á mitt útlit. Á meðan á prófinu stendur getið þið sem kennarar farið hér og ýtt á fylgjast með prófsetu. Að þá sjáu þið sem sagt, ef að Anna væri ennþá í prófinu að þá stæði hér í gangi en þið takið eftir því að hún byrjaði 16-17 og hún var búin 16-18. Þetta hefur nú ekki verið mjög vandað. En þegar að nemendur eru búnir þá getið þið farið hér í að skoða niðurstöður. Og þá fáið þið sem sagt alla tölfræði fyrir þessa prófsetu. 5 nemendur, 1 búinn og svo framvegis, meðaleinkunni var 5. Þið fáið sem sagt hversu margir nemendur enda hér í slagt og mjög slagt og slagt, meðal og gott. Og þetta fer eftir sem sagt hversu mörg stig þau að fá.
það stendur allt í orðarúna leiðbeiningunum. Síðan fáið þið tölfræði fyrir hverja einustu spurningu frá 1 til 20, hvernig nemendum gekk með hverja og eina spurningu. Þið fáið síðan samantekt fyrir allar spurningarnar, semst allar spurningategundir, og svo fáið þið heildarniðurstöðu nemenda og þið sjáið að þetta miklu ítarlegra en það sem við gátum sýnt ykkur með Google Forms. Ég fæ 5 af 20, ég með 0 af 8 í staðrendum, 1 af 4 í orðskýringum og svo framvegis. Þannig að þetta getur sagt ykkur miklu meira lesskilningin hjá nemandanum heldur en bara hrein tala yfir það hversu mörg próf, hversu margar spurningar hann svaraði rétt eða rangt. Eitt sem við ber að hafa í huga að kerfið geymir engar upplýsingar og það sem þið þurfið að gera áður en þið exið og lokið þessum flippa að þið þurfið að prenta niðurstöðunar, sækja niðurstöðunar raun og veru. Og þið gerir það hér með því íta á prenta niðurstöður og þá kemur semst save as PDF og þið getið þá vistað þessa prófsetu og hvernig nemendum ykkar gekk. Því að við vildum náttúrulega reyna að vera eins GDPR öruggir og við gátum og þess vegna settum við kerfið upp þannig að þegar ég exa og próftíminn búinn að þá hreinsast allar niðurstöður nemenda bæði nöfn og hvernig þeim gekk. Við vonum að þetta kerfi eftir að nýtast ykkur jafnvel eða betur heldur en Google Forms prófin og hvetjum ykkur endilega til að fara þarna inn og prófa að setja upp eitt próf og láta nemendur ykkar taka prófið.